Ok, Ágúst, 1-1 jafntefli, hvernig er tilfinningin bara svona eftir leikinn? Já, þetta var kaflaskiptur leikur, mikið baráttustöður og annað. Við missum aðeins finnst mér eftir að við jöfnum. 1-1 kom virkilega sterkir í seinni hálfleikinn, jöfnum og þá hefði ég viljað sjá okkur svona vera aðeins klókar í okkar leik, svona taktíkslega séð, svona shapeið á liðinu fannst mér. Við ætlum að fara að skora 2-3 mörk í hverju sókn og opnum okkur aðeins sem gerði ég ykkur kleift að komast í nokkra góða stöður í loka mínútunum en mest svona fúlastum með það að hafa ekki náð bara að klára og fyllt eftir þessu jöfnunarmarki með því að skora 1-2 mörk en já, þetta var eins og sé baráttuslagur, breiður slagur sem endaði með jafntefli. Já, og hérna talaðu eins og kallskipti í fyrri hálfleik og kannski ég engar meira boltan og ég hugsa sko að þetta hlýtur að stinga markið sem þið fáið á okkur þegar sem bara sleppur alveg í gegn. Gerist nokkuð sinnum? Já, lína var mjög hátt hjá okkur og það þurfti bara einn bolta inn fyrir og þeir nýttu sér það. Hann var réttstæður, menn ekki miklu en hann var réttstæður og kemst inn og kláraði vel en línan og mér hefði mátt droppa niður á réttum tíma og hefði mátt að gera betur þar. En eins og við nefndum aðan að í hálfleik þá fóru aðeins betur við málin og vorum bara mjög rólegir yfir því að vera 1-0 undir í hálfleik og vissum það að við myndum skora og gerum það og hefði viljað að klára 3 stig á heima. Já, og hvað svona, þú veist, það sem jákvæða punktarnir þá sem þið takið úr seinni hálfleik, það sem þið takið aðeins yfir eftir flautuna. Hvað svona jákvæða punktarnir sem þið takið úr þessu? Já, það er einhver jákvæða punktar líka sem við þurfum að taka með okkur í næsta leik en ég hefði viljað bara gera betur, bara ennþá betur. Láta bolta rúlla frekar og refsa þeim bara. Við erum með gott fótboltalið en því miður fórum við dálítið mikið í langaboltan og náðum ekki alveg að spila einhvern veginn okkar leik og það var svona shapeið á liðinu, hefði mátt halda betur og við verðum að láta Írikana aðeins vera með boltan og koma kannski betur á okkur, ekki bara beina skyndirsókn á allan tíma. Þær voru hættulegar og sköpuðu hættu við mark okkar. Þannig að ég hefði viljað að við geta haldið boltanum hærra upp á vellinum og geta skapað okkur fleiri færi. En spurning líka Adam Örn og Bogdan, sérstaklega Adam Örn fær meiddur út af velli í fyrri hálfleik. Hvað er staðan á honum og Bogdan? Ég er ekki alveg klárað en vonast bara til að eru tilbúin í næsta leik. Það er svona og við höfum viku í það cirka og þá bara þeir þurfa að hugsa vel sig og við þurfum að passa upp á það.